Þá liggur leið okkar niður að Tjörn hér í Reykjavík þar sem Reykjavíkurmaraþonið fór fram við bestu aðstæður síðustu helgi. Mikill fjöldi fólks var saman kominn í Lækjargötu til að taka þátt í Reykjavíkurmaraþoni og þeim hlaupum, stuttum og lengri sem því fylgja. Það er rétt að hita upp fyrir raun eins og maraþon eða jafnvel bara skemmtiskokk og það gerðu þáttakendur óspart undir ágætri stjórn. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir borgarstjóri ræsti hlauparana í Reykjavíkurmaraþon, hálft maraþon og 10 km hlaup en það vantaði nú púðrið í byssunni hjá borgarstjóra, engu að síður hlupu allir af stað. Hafðu niðurtalninguna sér til aðstoðar. 143 voru skráðir í maraþon, því luku 129. 207 luku hálfu maraþoni, 804 luku 10 km. En síðustu tölur herma að 2700 manns hafi verið með að meðtöldu skemmtiskokkinu, þar sem ríflega helmingur hlauparanna var þáttakendur. Það er alltaf tilkomið mikið að sjá stóran hóp hlaupara fara af stað út úr Lækjargötunni og við sjáum svo hvert leiðin liggur í vesturátt, hringur út undir Seltjarnarnes og þaðan hlaupið austur í bæ meðfram sjónum að Skeiðarvogi, tilbaka Sundlaugarveg og aftur niður á Sæbraut. Og maraþonhlaupararnir fara á 2 slíka hringi. Guðrún Arnardóttir grindahlaupari ræsti skemmtiskokkarana sem hér fara á stað 3 mínútum á eftir hinum hópnum. Þetta er annar eins hópur og fyrst fór á stað. Skemmtiskokkararnir fóru stuttan hring í vesturátt og komu í mark tiltölulega skömmu síðar. 10 km hlaupararnir hlupu hring vesturum og síðan inn á Lækjargötu aftur. Hálft maraþon var allur hringurinn vestur og svo austur og inn á Lækjartorg en þar hlupu maraþonhlaupararnir áfram og hringinn á ný vestur og svo austur og tilbaka. Það voru ungir sem aldnir í skemmtiskokkinu, allt frá börnum í kerrum upp í eldri borgara og hér koma þeir fyrst í skemmtiskokki, ungt fólk bæði á hlaupum og hjólaskautum í markið og þarna var jú aðalatriðið að vera með eins og er alltaf. Hér sjáum við Unni Stefánsdóttur fyrrum landsliðsmann í frjálsum íþróttum sem að brá sér í skemmtiskokkið. Sjálfsagt ekki mátt vera að því að skokka mikið í sumar, Unnur, og fleiri drifu sér í skemmtiskokk og þeir hefðu ekki alveg haft tíma til að undirbúa þetta enda 30 km hlaup, ágætis æfing þess vegna til að byrja á. Hér sjáum við Kevin McCluskey frá Bretlandi sem tók snemma forystu, keppti í hálfu maraþoni eins og sjáum á rauðri röndinni á keppnispeysunni. Åke Eriksson frá Svíþjóð fylgdi honum eftir. Hér kemur Sigmar Gunnarsson úr Borgarfirði, fyrstur 10 km hlauparanna og þessi heitir Josie Burgraf, en það fylgir nú ekki sögunni hvaðan hann er. Chris Penny frá Bretlandi hér vinstra megin, Marta Ernstdóttir hægra megin, hún er í hálfu maraþoni, Chris Penny í maraþoni og hér er Hugh Jones frá Bretlandi sem bæði hefur sigrað í hálfu og heilu maraþoni. Og hér koma þeir hver af öðrum, Daniel Jakobsson skíðagöngukappi og maraþonkappi reyndar í Reykjavíkurmaraþoni hleypur hér fram hjá okkur í rauðleitri peysu. Ingmari Nílsson frá Svíþjóð, fyrst kvenna í 10 km hlaupinu, hér úti við sæinn, úti undir Seltjarnarnesi. Og svo hver hlauparinn af öðrum. Sjáum hér skemmtiskokkarana hvern af öðrum koma í markið. En 10 km hlaupararnir en þá úti í brautinni. Voruð þið bara allar að hlaupa? Já, við vorum allar 3 að hlaupa. Og hvernig var? Þetta var voða gaman. Heilmikið stemming. Allir á eigin fótum? Já, svona næstum því alla leiðina. Þessi var orðin svolítið þreytt, sko. Svo ég bara að síðasta spölinn. Var það erfitt að hlaupa? Svona. Var það erfitt að hlaupa? Já. En varst ekki voða þreytt?
Ekki? Ertu svona dugleg að hlaupa? Já, ég er að koma. En hvað ertu með hálsinn? Medalíu. Já, þau voru ekki allir háir í loftinu skemmtiskokkararnir. En hér eru bæði hálfmaraþon hlauparar og 10 km hlauparar við drykkjarstöð á vesturhringnum ennþá. Sporinn svo sem ekki orðin allt of þung á þessum hluta leiðarinnar en þyngdust eftir því sem á leið. Og hér kemur Sigmar Gunnarsson í mark fyrstur í 10 km hlaupinu á 32 mínútum og 12 sekúndum. Ágætur sprettur á honum. Fyrir það með 1,5 mínútu síðan þá fóru fyrstu menn í hálfmaraþonum. Og næstur á eftir borgfylkjabóndanum Josi Burggraf. Hann fikk tíma 33 mínútur og 4 sekúndur og Jóhann Ingibergsson FH kom þriðji í mark af körlum í 10 km hlaupi á 33 mínútum 51 sekúndur. Fjórði svo Halldór B. Ívarsson á 34.06 og skammt á eftir honum kemur Ingmari Nílsson frá Svíþjóð, fyrst kvenna í 10 km hlaupi á 34 mínútum og 16 sekúndum. Ingmari Nílsson er annars sterkur hlaupari og hefur meðal annars sigrað í Stockholmsmaraþoninu. Ingmari Nílsson frá Svíþjóð. Hún hefur unnið Stockholmsmaraþonið einu sinni. Sigmar, þú búinn að vandanum? Já, það er lítið mál. Það er ekki freistað að fara lengra? Nei, ég taldi mig ekki verið í nógu góð formið til þess. Þannig að maður er mikið að gera hjá manni heima. Maður er að vinna til 11 í gærkvöldi, þannig að svo beinti heyskap á eftir. Þannig að maður hefur alltaf tíma í meira. Það eru bústörfin og svo bara hlaupið á milli? Já, það er hlaupið. Það þýðir ekkert annað. Hvernig fannst þér hlaupið í dag? Það var þokkalegt bara. Það var svolítið vindur hérna á Seltjarnarnesi sem fyrstu 5 km. En svo er þetta alltaf lægir þannig sko. Það er passlega heitt fyrst mér. Það er aldrei logg það? Nei, það er alltaf hafgóla þarna. Það er sama á hvori áttina það er, öðru hvori megin alltaf. Þannig að þetta er svo sem ekkert óvanalegt sko. En það er fallegt veður? Það er mjög fallegt og skemmtilegt hlaupaveður. Og góð stemming í hópnum, svona meðan þú hafðir hann eitthvað stærri í kringu þig? Já, það var nú lítið aðeins. Maður var með þeim fremstu þarna við fyrstu 5 km. Svo svona sigurður fram úr eftir það og svo sá maður bara í hælan á þeim. Þeir á fyrstu í hlaupinu. Maraþonhlaupana? Ég held að það hafi verið hálfmaraþonhlaupar alltaf sko. Þannig að maður var fjórði í hlaupinu fyrstu 10 km í heildina. Ég er alveg ánægður með það sko. Þetta eru þínar vegalengdir sem þú varst að hlaupa núna. Ertu að spá í eitthvað lengra þegar fram líður? Já, maður langar alltaf í maraþoni sko. Það er bara maður hefur ekki haft tíma til að æfa rétt fyrir það sko. Því að maður vill fara vel undirbúinn í það sko. Maður veit alveg að maður getur klárað það en maður bara setur markið hærra. Þarftu að breyta mikið í þjálfuninni til þess? Ég þarf að auka mikið magnið sko. Ég hef ekki verið að hlaupa nema 50-60 km kannski núna mestalagi í sumar sko. Farið niður í 30 á viku sko. Þannig að maður þarf að fara upp í svona 130-40 km á viku til þess að vera vel undirbúinn fyrir maraþoni. Þannig að það vantar þó nokkuð upp á. Og ýmsir kappar létu sig hafa það að fara halva maraþonið. Hér er forseti Íþróttasambands Íslands, Ellert B. Schram, sem að fór sitt halva maraþon með glæsibrag. Þú fórst 10? Já, ég fór 10. Þetta er fyrsta skipti sem ég er 10, ég er vanlega 21. Nú, þú ert að trappa þig niður? Já, aðeins. Því ég hef ekki aftist mikið núna eins og í fyrra. Ertu búinn að vera oft með í Reykjavík maraþoni? Já, þetta er 7. skipti. Og alltaf verið í heldur lengri en þessu? Já, alltaf í 21. En hvernig var nú þetta miðað við það? Þetta er náttúrulega miklu